Búið ykkur undir Lasershow. Tvíhöfn. Eini útvarpsþátturinn með Lasershow. Já, það er rétt og hér á línunni hjá okkur engin annar en sjálfur Siggi Sigur, mikill matgæðingur, sæll og blessaður Siggi. Já, blessaður. Þú ert frægur fyrir þín þrumuskot Siggi og þá sérstaklega fyrir hversu mikinn sigur þú notar á þann mat sem þú útbýrð. Ég þekkti fyrir það, sko. Já. Það er mér sigur á allir mín bara. Já, þess vegna mér finnst það bara ekki ætt, það er ekki sigur á því. Já, einmitt, akkurat, já. Ég er með alltaf með sigurpókan. Einmitt. Það er krakkarnir koma til mín og spurði mig, hvað er með þessu póka fyrir mín? Ég er með sigur, Júna. Já. Hvað er sigur? Já. Og ég er með målar í krakkarna. Ég er gott að få måla sigur. Já, einmitt. Ég er með stóran póka. Já. Og ég er með hvítan sigur. Já. Og ég er með púður sigur. Já, gaman að því. Og býtur nú við, þú notar hann sem sagt á allt sem þú ert að elda. Já, mér vantar svo mikið sigur í matinn. Já. Þannig að ég set eina skvettu af sigri á það. Já. Og eins og bara á allt, það ertu að tala um. Já, ég set það á allt. Hvað varstu til dæmis að elda helgina? Já, bara í gær, þá fór ég nú bara út í búð og keypti mér svona tilbúin grillaðan kjúkling og hérna franskar kartöflur. Já. Og hérna og baðaði allt púðursigri. Baðaði þetta? Já. Baðaði púðursigri. Já, ok. Og svo var ég með á eftir ís. Já. Ég er með henni í friðstíklistu, ég var með ís. Já. Það fekk ég mig vægnast þetta af púðursigri. Á ísinn? Já. Já. Já, það er gaman. Það er svo gaman að líka fara í veislur og ammæli og vera með sigurpokan með sér og koma krakkarnir alltaf strax, sko. Þau eru nú svo hrifin af svona grein. Já. Komaðu grein og hvað ertu með í pokanauðinum? Segðu mig, hvað ertu með í pokanauðinum? Já. Ég er með sigur, krakka mínu, segi ég. Ertu með sigur? Ertu með sigur í pokanauðinum? Megum við fá móla? Megum við fá sigurmóla? Þeim finnst svo óbúrslega gott að fá móla. Já, krakkarnir. Þannig að það má... Gef ég, og svo finnst það svo gott líka því að það harðnar það harðnar svo í púðursigurnum. Já, einmitt. Og það verða svona mólar, sko. Já. Og gauka í þessum, því ég get ekki borðað þetta sjálfur. Borðar ekki púðursigurinn sjálfur? Jú, ef hann sé mjúkur, sko. Ef hann sé mjúkur, þá borða ég hann. Já. Nei, hann er svona harða, því ég er með svo slemma tennur. Já. Ég næ ekki býta sundur svona harða móla. Nei, en krakkanir býta þau í sundur. Þau eru vitlausir í þetta, krakkarnir, maður. Oft er að ég er að svona laga til í pókunum mínum. Þá koma blessi litlu skinninn og svona hópast í kringum mig og segja nú ekkert grein og svo lítum maður svona á þau og þá blikka þau augunum sínum og segja, hvað ertu með í pókanu þínum? Ég er með sigur, kakka mínu. Ertu með sigur í pókanu þínum? Með að fá sigur í pókanu þínum? Já, kakka mínu, það er alveg. Þegar gef ég þeim hérna púðursigur. Já, gaman að því. Þannig að það má eiginlega segja, Siggi, að þú sért sigursjúkur. Nei, ég alveg sloppið við það. Já. Já. Það er nú gott að heyra. Já. Það var nú vont ef þú væri með sigursýki. Já. En
En sem sagt, þú hefur hérna lært matargerð, það ekki? Er þetta ekki eitthvað sem að þú... Ekki, ég hef ekki lært matargerð. Nei. Nei, ég hef ekki lært hana Nei, en ég er matgæðingur. já, einmitt. Og, Já, mér finnst gott að svona, já, mér finnst gott að gaman að elda. já, einmitt. Og Já, því að ég bý nú einn Já. og þá er það nú aldrei neitt flókið sem ég geri. Nei, En þú veist að ég kaupi mig grillaðan kjúkling eða geri mér eitthvað einfalt, síð mér bjúgu. sigruð bjúð þá. Já. Er það? Já, ég geri nefnilega þannig, sko. Ég síð mér bjúgu og ég geri kartöflumús. Já. Og í kartöflumúsin á að vera vatn, örlítið smjörklípa. Já, býttu mig, ég er nú að skrifa þetta niður. Já. Og smjörklípa, já. Smjörklípa og svolítið vatn úti og svolítið ræst saman. Og þá set ég svona eins og hálft kíló af strauðsykri í það. Já. Til að fá svona smá sætu keim af því. Já, Og síðan síð ég bjúað og hefði það svona heitt. já. Hefði það svona vel heitt og tek utan af því hérna plastið. Og geimi það nú á ákveðnum stað. Já, Og síðan sko sker ég svona rauf í bjúað og raða svona sigurmólum ofan á bjúað já. og læta setja svo í álpapír, Já, setja í ofnin í svona 10 mínútur við 150-200 gráður og læt mólan bráðna svona vel onni í bjúað, sko. Þetta er svona sæta bjúu, sko. sæta bjúð. Sæta bjúu. Já. Það er svo gaman að vera að gera elda Já, þegar krakkarnir í veðganginn koma. já. Þá var hringt á bjöllunni. Halló? Hvað er að gera? Nei, ég er elda með bjúu, krakkar minni. Má fá bjúu? Já, ég vil koma og fá bjúu. Og svo borðum við saman bjúu. Og gefi ég þeim örlítinn bitar svona, því það er svo gott að fá eitthvað sætt í kroppinn. Sæta bjúu. Já. Og þau svona tyggja þetta og... Gott að borða? Já, Já, þetta var gott að borða, krakkar mín. Ég var svo gaman alveg, krakkar. Svo gefi ég mér nesti nokkra móla. Já, auðvitað. Gefi þeim svona, gaukaði þeim nokkrum mólum. Þannig að, Siggi, þú býr til þínar eigin uppskriftir sjálfur og átt Já, jafnvel nokkuð safn af slíku. Það kom nú einn maðurinn, einn pappinn. Já, Hann var með áhyggjur. já. Hann með áhyggjur litlu strák. Mhm. Hann átti lítinn strák og með áhyggjur á hann og hann var bara mikið sykur. Já. Ég sagði nú við hann að mér er nú ekki orðið mynd að því að borða sykur. Nei. Þannig hann var svona, hann var hérna bara bankað á dyrnar hjá mér Já. og ég sagði halló, með áhyggjur. Ég með áhyggjur. Þannig ég þetta ekki til minni áhyggjur. Krakkar borða sykur? Krakkar heldur borða sykur? Sagði ég, þú þetta ekki til að vera áhyggjur af því, sagði ég. Þetta er ekki það áhyggjur af því, elskan mín, sagði ég og lítið að fá 300 gramma púðsill. Já. Og hann tók alveg við því brosandi? Já, og þá var hann glaður og fór aftur. Já. Og ég lokaði og... Já, þetta er skemmtilegt, Siggi. En hefur þér einhvern tímann dottið í huga að fara jafnvel að skrásetja þessar uppskriftir þínar og gefa þær út á bók? Nei, ég hef mér dottið það í hug. Nei. Nei, ég lít nú ekki á mig sem neitt. Ég er nú engin Siggi Hali. Nei.
En ég prófaði nú einu sinni, sko, hann var á Stöð 2. Já. Það var nú alltaf gaman, ég var áfrulega gaman á honum. Jú, hann Það var í sjónvarpinu. Halló, ég er Siggi. Halló, ég er Siggi. Halló, ég er Siggi, hall. Þú nærðu honum alveg. Ég er í útlöndum. og hann var einu uppfjöld sem ég skrifaði niður eftir hún, það voru hreindýra medalífur. Já. Það eru snöggstektar svona hreindýra lundir sem eru stektar svona í medalífur. Já. Og svo það bætti ég aðeins í þetta. Já. Já, ég hafði sko þetta var borið fram með bakari kartöflu og á grænmetið beði. Já. Og ég hafði 600 gram af sykri með. Já, auðvitað. Já. Það var svona mitt framlag svona, Gaman af þessu Siggur Siggi. En já, það var gaman að heyri í þér og hérna Já. fáum kannski ef þú hnýtur einhverja nýja uppskrift af einhverju svona sigruðu þá endilega látt okkur vita. Já, endilega ég gauga þér einhverju. Endilega takk. Og Ef ég á einhverja móla handaður einhvern tíma, þá kannski gauga ég það ykkur. Þakka að kærlega fyrir þetta. Þið komi. Geðu okkur móla. Einmitt. Siggi. Já. Geðu okkur móla. Já, ég þá ykkur móla. Þannig að gerði þið svo vel. Herðu, þakka þér kærlega fyrir þetta Siggur Siggi og gangið þér vel.